Já, þá var þetta dæmi í kafla 16 og í dæmum 1, 2, 3, 6 og 8 þá var reiknað út sundurlitni gefins viðursviðs og síðan rót eða körl af viðursviðinu og fyrir gefið viðursvið sem heita F. Og hér í dæmi 1 F hefur hnitafeltin X og Y og sundurlitnin þá einfeldi virkjans nafla við viðursviðið. Hér sjáum við hann dtx og dti og einfeldum það við viðursvið X og Y. Þá deildum við X með til X, fáum 1 pluss afleiðan af Y með til Y sem hjá 1. Þannig að hér sundurlitnin þessi talan 2. En rótið, það krossfeldi virkjans við viðursviðið og við stillum því þá upp svona hefðbundinn hátt. Hér stillum við eininga nýtavörum I og K og við stillum þá nafla upp sem línuveri og hér þá viðursvið X, Y og 0 til hjá í slettunni og svo reiknum við höfum þá bara að reikna þetta beint inn í þriviða metur. Hér fáum við fyrst þá deildum við þá deildum við 0 með tillit til Y, það 0, mínus afleiðan af Y með tillit til setu, það líka 0. Svo kemur mínus af því að nú erum við að lesa upp samkvæmt jóð og hann jú í fyrstu línu öðru dálki, þannig að það kemur mínus á niðurstöðuna. En skiptir það máli? Þá deildum við, þá deildum við X með tillit til setu, það 0, mínus afleiðan af 0 með tillit til X, þannig að hér kemur 0. Og að lokum þá höfum við að deilda Y með tillit til X, það 0, og svo höfum við að deilda X með tillit til Y. Þannig að þetta viðursvið hefur ekkert rót. Svona. Og í dæmi 2 þá viðursviðið þá hefur það hnitaföllin Y og X og við skulum bara reikna þetta beint þegar maður finna sundurlitnina og rótið. Sundurlitnin af þessu F jú einfeldi virkjans nafla við viðursviðið. Nú vitum hvernig það gengur fyrir sig og að deilda fyrra hnitafall með tillit til X. Þessi fást dtx, hvað það? Jú, fallið Y. Og svo hefur við að deilda seinna hnitafallið með tilliti til Y og hvað hnitafallið? Það X. Þannig við fáum 0 pluss 0 sem 0. Hér engin sundurlitni. Og rótið, að fá að skrifa rót. Skrifur ýmist rót eða kurl. Það krossfeldið, virkjans við viðursviðið og stillum þessu upp. Það Y, jóð og K, dtx, dti, dtz og hér höfum við hnitaföllin
epsilon x og 0 og þá við deildum nú 0 með tiltil í, það fáum við 0 mínus við deildum nú x með tiltil z, þá fáum við 0. Nú svo tökum við hér í stefnu j-sins og þá mínus hér í formúlunni, þannig að í staðinn fyrir að deilda svona og síðan í þess áttina þá tökum við bara hér, þá deildum við fyrst í með tiltil z, það er 0. Svo deildum við 0 með tiltil x, það er 0. Síðan fáum við hér upp úr sléttunni, þá deildum við x með tiltil x og fáum 1 og svo deildum við í með tiltil 1 og drögum frá 1. Þannig að hér fáum við líka 0, 0, 0 sem er nú skrifa kannski stundum svona, þetta er 0 viðurinn. Og í dæmi númer 6 þá höfum við aðeins snúnaraheildi og höfum við það ekki heildi, snúnara viðsvið. Við höfum að f er x upsilon í öðru mínus í z í öðru og zx í öðru. Ég sjá það nýttafallin og íverkelsinn, söndulittin bara að gera þetta beint á augum. Þá deildum við fyrsta hnýttafallið með tiltil x og fáum í öðru. Svo deildum við annað hnýttafall með tilliti til í og fáum mínus z í öðru. Og svo deildum við þriðja hnýttafallið með tilliti til z og fáum x hér. Með það komið. Og kem ég rótinu fyrir hér og rótið er krossfeld í virkjans nafla við yfirsviðið og stilla þessu upp í j k og hér höfum við dx dI og dz og hnýttaföllin heita eftir sem áður x upsilon í öðru mínus upsilon z í öðru z x í öðru. Svo komið hérna fyrir umgjörðinni og stilla þessu bara beint upp. Fyrst skoðum við þetta hérna og þá deildum við zx í öðru með tillit til í. Það verður 0 mínus afleiðan af þessu falli hér með til setu, það verður 2 í seta og mínus í formúlunni gefur plús. Þannig að við fáum plús 2 í seta. Nú, skoðum þá hvernig rótið hefði sinni stefnu í ásins.
Þá notum við þennan dálk og þennan dálk og byrjum þá að deilda þetta fall hér með tilliti til setu, þetta hér, og fáum 0. Og svo deildum við þetta hérna fall með tilliti til x, fáum 2x zeta og það er mínus í formúlunni. Og svo finnum við það sem stendur upp á sléttunni og það er þá þessi dálkur hér og þessi dálkur hér sem við erum að skoða og við deildum hnitafallið hér með tilliti til x. Það er ekkert x hér þannig að við fáum þá 0 og svo deildum við þetta hnitafall hér, x í öðru, x sinnum uppslunni í öðrum með til í fáum 2x í og það er mínus í formúlunni, fáum mínus 2x í og ef ég tek nú bara aðeins til þá má ég líka skrifa þetta á þessu formi hér. 2 í zeta, kannski bara því að það er svo lítið eftir að blaðinu, 2 í zeta í stefnu x-ars mínus 2x zeta stefnu í ás og svo hvað? Mínus 2x í stefnu setu. Þá er það komið. Í dæmi 8 þá höfum við vígursvið sem að líta svona út. Við höfum fyrsta hnitafallið f af setu og hnitafallið er mínus f af setu og þriðja hnitafallið er 0. Svona. Og við höfum að rekna divergensen eða sundurleitni hnitafallsins og þá deildum við fyrsta hnitafallið með tilliti til x og við höfum engar upplýsingar um það að zeta sé á einhvern hátt háð x-i, þannig við getum aðeins sagt dx hér er eitthvað fall sem er háð setu, breyta með tilliti til x og svo höfum við pluss mínus f af zeta þetta með tilliti til í sem er þá mínus d f af setu breyta með tilliti til í og svo náttúrulega afleiðan af 0 breyta með tilliti til 0 setu. Hér fáum við 0 og þetta þá 0 mínus 0 pluss 0, það er víst 0. Síðan finnum við rótið, þá reiknum við á rótasjónina, athugum þá. Já, ég ætla að skrifa formúluna, það er krossfeldið virkjans við afleiðu virkjans við vígursviðið. Stillum þessu upp svona. Í jóð K afleiðu virkinn ddx ddi ddz og hér höfum við f af setu mínus f af setu og 0. Annan. Og ég ætla að stinga þessu bara beint inn á þessu formi hér. Í sem fyrsta hnitafall í rótinu kemur afleiðan af 0 með tilliti til í, það er 0. Mínus í formúlu, afleiðan af
setu með tiltil setu. En F bara þá setu, þannig að við getum bara skrifað F mert með tiltil setu. Og við veitum ekkert hvað F-ið þannig að ég svo lítið annað giflendur en þetta. Nú, skoðum það hlutafall númer 2. Þá skoðum við þessi hérna föll. Og nú hefum við að deilda F að setu með tiltil setu, fáum það aftur F mert af setu. Og svo deildum við nú fallið með tiltil X. Og loks í stefnu setásins þá skoðum við þetta krossveldi hér. Það var að deilda F af setu með tiltil X og svo hérna dregið frá það mínus F af setu með tiltil X og svo drögum við frá þessu afleiðuna af F af setu með tiltil I og það það nú líka. Þannig að við fáum hér F mert af setu, F mert af setu og 0. Og þetta mætti svo sem hann skrifa svona F mert af setu í þessa stefnu hér 1, 1, 0. Og þetta þá dæmi nú kafla 16 á 1.